Fyrstu mótmælin gegn stjórnvöldum í Sýrlandi brutust út fyrir 8 árum í mars 2011. Þau stigmögnuðust og enduðu í borgarastyrjöld sem enn stendur. Árið 2016 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út það mat að 400.000 manns hefðu látið lífið, en hafa síðan gefist upp á að reyna að telja, svo það veit enginn hversu mörg fórnarlömbin eru. Milljónir eru á flótta. Arnar Þórisson, dagskrárgerðarmaður Kveiks, fór til Sýrlands í haust á slóðir einnar fylkingarinnar sem berst þar í landi, kúrdískrar hreyfingar sem kallast YPG. Og það er góð ástæða fyrir því að við, íslenskur fréttaskýringaþáttur, höfum áhuga á einmitt þessari hreyfingu. Ferðalag okkar hefst nálægt Mósúl, borg sem allir hafa heyrt enda fréttir þaðan daglegt brauð eftir að Íraksstríðið hófst. Flestar vondar reyndar. Hér ætlum við að slást í för með kvikmyndagerðarkonunni Katrínu Ólafsdóttur sem er að undirbúa gerð heimildarmyndar í Rojava. Og leið fáð vita meira Hauk Hilmarsson, Íslendinginn sem ákvað að ganga til liðs við kúrdísku frelsissveitirnar YPG, en til hans hefur ekkert spurst frá því snemma á síðasta ári. Örlítið Kúrda. Þeir eru af írönsku eða persnesku bergibrotnir en dreifast stórt svæði, aðalega í Tyrklandi, Íran, Írak og Sýrlandi, á svæði sem þeir kalla sjálfir stundum Stór Kúrdistan. Fræðimenn ekki alveg sammála það hvort rétt sé að tala Kúrda sem landlausa þjóð eða hvort nær lagi sé að tala Tyrki, Írana, Íraka og Sýrlendinga með rætur í kúrdískri menningu. En á 20. öldinni varð krafan sjálfstætt ríki Kúrda háværari og ringulreiðin í Miðausturlöndum undanfarin ár hefur á vissan hátt skapað aðstæður fyrir Kúrda til að koma sjálfstjórnarsvæðum á lakirnar eins og í Írak. Það Tyrkjum mjög á móti skapi enda óttast þeir að það sama gerist í Tyrklandi og í Sýrlandi svo hið sama upp á teningnum. Og við erum á leiðinni þangað til Sýrlands, til kúrdíska svæðisins Rojava. Það dálítið undarlegt á stríðshrjáðum svæðum hversu hversdagslegt lífið getur verið þegar sprengjuregn og byssugelt eru úr heyrnarfæri. Á litlu landamærastöðinni þar sem prammi flytur fólk yfir ána Tígris frá Írak til Sýrlands eru vopnaðir verðir en yfirbragðið samt friðsamlegt. Við tökum okkur far með prammanum með hópi ólíks fólks, ömmum og öfum með pinkla og poka, hvítvóðungi sem kúrir í móðurfangi og öllu þar á milli. Og ferðin stutt, rétt 10 mínútur. Þegar við komum yfir til Sýrlands taka fulltrúar YPG á mót okkur. Hingað ekki mögulegt að koma, hvað þá ferðast nema með samþykki ráðandi afla á svæðinu. Við komum öllu fyrir í jeppanum og leggjum í hann. There he is, the man himself. Strax á landamærunum sést hvert við erum komin. Hér hafa YPG samtökin reist minnisvarða þá sem hafa fallið á vígvellinum píslarvotta. Ungt fólk sem ekki allt Kúrdar. It is a terrible fight. Ljós kollur stingur í stúf. Sahin Husseini. Á Íslandi þekktu vinir Sahins hann betur sem Hauk Hilmarsson enda íslenskur í húð og hár, fæddur 1986. Sahin þýðir fálki, svo það bein þýðing á nafninu hans. Hann var strax bráð ungur aðgerðasinni, lét til sín taka við Kárahnjúka og vakti þjóðarathygli þegar hann dró bónusfánan að húnni á Alþingishúsinu í búsáhaldabyltingunni. Þegar bárust fréttir af því að Haukur hefði fallið í Rojava, þá auðvitað ég hafði aldrei eytt neinum tíma í að rannsaka hvað væri að gerast þar eða skoða það neitt. En einhvern veginn þar sem ég þekkti Hauk þá hugsaði ég að fyrst að hann ákvað að leggja þessum málstað lið, þá hlýtur hann að vera þess virði. Leið okkar liggur í búðirnar þar sem Haukur fékk þjálfun fyrst eftir að hann kom til Rojava og það heræfing í gangi þegar við komum. En hvað leiddi hann hingað? Jú, Haukur var við sjálfboðastörf í Grikklandi árin 2015 og 16
þar sem hann aðstoðaði við að taka á móti skelfingu lostnu fólki sem flýði stríð í heimalandinu. Að sögn grísks vinar hans sem þar starfaði einnig, veltu þeir því fyrir sér þá hvort þeir gæti ekki lagt meira af mörkum en þetta. And we met him back in 2015, some other comrades of us. We talk about Kurdistan, about Turkey, that the struggle of the movement there. Niðurstaða þeirra var að grípa til vopna, berjast fyrir málstað sem þeir trúðu á og þeir héldu saman til Sýrlands. Gríski vinurinn tók þátt í bardögunum í Afrín með Hauki í fyrra og særðist þar hættulega. Hann enn illa haldinn með sprengjubrot í hryggnum. So after some time, Heval Shahin traveled here, but unfortunately he got captured in Iraq. And I learned this after the second time he tried to come here. That we passed together the borders. When he was near to some village before little before passing, he could go outside the garden. He would stand a little time. He would see the sun and the nature, and he was stoned because he couldn't believe that he was making because of his past experience. He was really happy. My name is Shahin. I'm from Iceland. I am here to stand in solidarity with the revolution of Rojava and to fight alongside my comrades to defend what has already been achieved, to further the ideals of confederalism. Mér langaði eiginlega að kynnast betur þessu samfélagi, þessu fólki sem Haukur var með og skoða, fyrst og fremst hvað hann var að gera þarna og hvað aðrir eru að gera þarna, hvað eiginlega að gerast þarna niður frá. Á leiðinni til fundar við einn valdamesta mann stjórnarinnar í Rojava stoppum við stutta stund í litlu þorpi til að borða, en þar hafa íbúarnir þurft að þola ýmislegt undanfarin ár. Það ekkert svart-hvítt í þessari styrjöld. Do you think life here will ever be safe again, or No. do you think Daesh is the biggest danger, or Turkey From is biggest all danger? the Iraq, Syrians, thing, all. Daesh, we are now standing here. We come one car or meter and explode bomb. Opinbert markmið YPG-samtakana að Kúrdar fá að búa í friði á sjálfstjórnarsvæði innan Sýrlands. Salih Muslim hefur verið áhrifamaður í kúrdískum stjórnmálum í Sýrlandi áratugum saman. Hann dró sig reyndar í hlé sem leiðtogi stjórnmálaflokks Kúrda eftir að ungur sonur hans féll í bardaga við stjórnarher Assads þegar ráðist var inn í heimaborg þeirra Kobani. Hann hefur mjög ákveðnar skoðanir á því hvernig samfélag hann vill byggja í Sýrlandi þegar styrjöldinni lýkur. We are trying to build a kind of a system which is convenient for future of Syria. So it's not opposite of future of Syria when Syria is democratized. So this is going to be part of it. But for all Syria, it's a democratic federation, we believe. But what we are implementing in our areas is not contradicting what is going to be built in future. Þegar maður horfir út bílgluggann á ferðalagi stríðshrjáð svæðin í kring, frekar erfitt að sjá fyrir sér þetta friðsæla lýðræðið samfélag sem Salih Muslim segist dreyma Og svo ekki alltaf auðvelt að átta sig á því hver berst og fyrir eða gegn hverju. Margir berjast gegn stjórnarher Bashar al-Assad sem hefur neitað að afsala sér völdum og verið sakaður grófa stríðsglæpi. Rússar styðja hins vegar Assad. Tyrkir berjast gegn sveitum Assads með einhvers konar stuðningi Vesturlanda og hið sama gera Kúrdarnir sem njóta stuðnings Bandaríkjanna í Sýrlandi. En Tyrkir og Kúrdar berjast svo hverjir við aðra. Og ekki má gleyma hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki Daesh
og svo bætast við fjölmargar aðrar vopnaðar hreyfingar. Borgarastyrjöld, blóðug valdabarátta, átök stórvelda og svo margra ólíkra hópa og hreyfinga blandast saman í einum graut í Sýrlandi. Fórnarlömbin eru, eins og jafnan, almennir borgarar. Hingað kom Haukur Hilmarsson og gekk til liðs við YPG-sveitirnar. Eftir herþjálfunina hélt hann til Raqqa, sem þá var eitt höfuðvígi Daesh. Borgin sláandi dæmi hryllingin sem hryðjuverkamennirnir ollu. Hér voru leyniskyttur á þökunum, hryðjuverkaárásir og sprengingar daglegt brauð á götum úti. Íbúðablokkum var breytt í aftöku hallir þar sem lík héngu niður úr loftinu, öðrum til varnaðar. Í Raqqa vann YPG með Bandaríkjamönnum. Þeir öfluðu upplýsinga á jörðu niðri bækistöðvar Daesh-liða, sendu hnitinn til bandaríska hersins og svo var sprengt úr lofti. Borgin enda í rúst. Hér í Raqqa mælum við okkur mót við vin Hauks og vopnabróður sem við köllum Cameron. Hann vill ekki koma fram undir nafni frekar en aðrir YPG-liðar sem við hittum. Sveitirnar eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum og það gæti því haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir þá að þekkjast, hvar sem þeir búa núna í heiminum. Hann fer með okkur að húsinu þar sem þeir Haukur höfðust við lengst af, beinlínis á víglínunni. These are the stairs we went up to, so logistics would all come through there. This was open more or less, there was like damage. Daesh réð Raqqa árabil, en eftir langvinna blóðuga bardaga árið 2017 frá sumri og fram á haust, hrökkluðust samtökin lögst staðar. Þarna barðist Haukur mánuðum saman. And there was, basically just as much trash as we could throw down here, we threw there so that you would hear people coming if they were trying to sneak in. Daesh skildi eftir sprengjur í hverju herbergi hússins í þeim tilgangi að valda sem mestum skaða. There were a couple of rooms in here that we were taking. But, do you want to go in? Is it not? Wow. See where people were clearing the mines and the explosion caused damage on the ceiling there. This was the main custody room where they slept. This was the room where Shaheen would come and sing with them and stuff. I don't know if it's okay. You can see more damage there. Eins og sjá má nú búið að laga híbýlin heilmikið þótt ummerki sprenginganna megi enn sjá víða. 80% borgarinnar eru talin hafa eyðilagst í stríðinu. This is almost exactly the same in terms of layout. The columns, it was open sky. You can see where we knocked some holes through for firing positions. It's a shame you can't look out, because really staring out these holes sort of became a good 70% of our life, but particularly the photo of Shaheen with the really weird expression on his face, sort of lounging on a raised chair. That was just here. And so you would look out this hole over the city. I mean, you'll see more or less the view we had from the balcony. Were English-speaking internationals, and they left notes to each other on ranges for where they'd seen custody SDF soldiers. So they'd been here not very long before. Eftir langan og strangan dag í Raqqa koma þau aftur til búða YPG-herdeildarinnar fyrir utan borgina. Þær eru fyrir enn fleiri menn sem þekktu Hauk og börðust með honum.
og þegar kvöldar freistast Arnar til að sofa úti undir berum sýrlenskum himni uppi í varðturni. Nóttin stjörnubjört og falleg, en rétt þegar hann að festa svefnir og megi sjá flögt á himni og gott eða fylgir ekki suð sem minnir helst á sláttuvél í fjarska. Skýringin kemur á morgni í upplýsingum sem berast frá Bandaríkjaher. Þeir telja að þetta hafi verið könnunardrónar á vegum Tyrkja og segjast hafa heimildir fyrir líklegri loftárás á búðirnar. Næstu nótt því allir fluttir þaðan yfir í bæi í nágrenninu. Okkar fólk endar í bæ sem heitir Serikanje og þar verða spænskumæðginin Alberto og Clara Ballesteros á vegi þeirra. Haukur nefnilega alls ekki eini útlendingurinn sem gengið hefur til liðs við frelsissveitir Kúrda undanfarin ár. Clara Ballesteros stóð þó lengi í þeirri trú að sonur hennar væri að ferðast heiminn að vinna fyrir ýmsar kvikmyndahátíðir. Það kom inn í því opna skjöldu þegar henni var bent á að horfa á heimildarmynd stríðið í Sýrlandi í spænska sjónvarpinu. Dice, salvados en el corazón del Daesh. Y aparece en la pantalla mi hijo con Jordi Évole, vestido de militar, habla con los bombazos, boom, boom, en la ciudad de Raqqa. No me lo podía creer. No me lo podía creer. Yo creí que me moría, ¿no? Del impacto, porque yo no sabía nada, absolutamente nada. Es el periodista Jordi Évole, es muy conocido. Este es el segundo pantallazo un poco más grande. Opa. Y este es el tercero, el más... Ahí se van, por Dios. Aquí, que es donde ya se le ve. Con el banderín de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española. De ahí la coherencia. Al igual que en un momento grave de confrontación, de ascenso del fascismo, muchos jóvenes del mundo entero vinieron a España a combatir al fascismo. Y igualmente en este momento de una agresión por parte del Daesh, de esa naturaleza hacia poblaciones que están bastante vulnerables, había que venir a ayudar. Ástæða þess að Clara þarna stödd núna sú að alþjóðlegum hópi mæðra var boðið til Rojava til að sjá aðstæður barna sinna af eigin raun, lifandi sem látinna. Clara nefnilega ein af þeim heppnu. Henni auðnaðist að hitta son sinn aftur á lífi. Það sannarlega ekki hlutskipti allra foreldra þeirra sem þarna hafa barist. Sí, hemos venido 7 madres europeas, 2 alemanas, 2 francesas, 2 españolas y una italiana. Hemos venido con una delegación que nos hemos llamado Madres por la Paz y que también pues todas tenemos aquí a nuestros hijos e hijas trabajando en diferentes proyectos. Alberto ekki á vígvellinum sem stendur, heldur rekur hann kvikmyndaskóla og hátíð með vinkonu sinni í Rojava. Þau meðal hinna gæfusömu. Í þessu stríði nefnilega mikill aðstöðumunur stríðandi fylkinga. Liðsmenn IPG fá vissulega nokkra þjálfun og svo byssu í hönd og stuðning Bandaríkjanna. En það má sín frekar lítils gegn tyrknesku sprengjuregni úr lofti í bland við sprengjuárásir Daesh-lið á jörðinniðri að ónefndum hersveitum Assads forseta. Mörg þeirra ungmenna sem hafa komið til Rojava héraðs að berjast hafa því endað við hlið kúrdískra félaga sinna í kirkjugarðinum. Sum þeirra ennþá börn, ekki orðin 18 ára. Hugsjónir og spennufíkn líklega það fyrsta sem fellur á vígvellinum. Og það því augljóst að sorgin býr víða í Rojava. Ástvinir fallinna reyna þó oft að bera höfuðið hátt og tala þá sem píslarvotta. Þessi móðir misti einkason sinn í sprengjuárás steinsnar frá heimili sínu.
Hún bauð okkur inn, viljug til að ræða hann og örlög hans. أز دايكا شهيد لقمانم برقو لايم يكتني بو وحيد بو شهيد أوجي شهيد كات شهيد نامرن وسري لي ملتي حماس أغبي قو بس قو كارت كنج آخا في ولا طيرة دايك براستي دوي دايك جي أم سرنجي خواب ساكنين أم بخطا شهيدي خو أم دركبين شهيد برقو شهيد لبرجع واجي زافنن خورتن جوانن يعني بقشتي طبعا واخارو ماچكي Ekkja Lukmans og synir búa hjá henni og eins og sjá má aldir upp í því að faðir þeirra sé píslarvottur og af leikföngunum að dæma virðist nokkuð ljóst hvaða slóð þeir feta ef enn verður barist þegar þeir komast til manns. En víkjum þá aftur að sögu Hauks Hilmarssonar. Það tókst að flæma Daesh frá Raqqa og var þá sjónum beint að Afrín héraði. Frelsissveitir Kúrda voru með borgina á sínu valdi þar til í mars í fyrra. Í ársbyrjun 2018 umkringdu sveitir hliðhollar Tyrkjum Afrín og náðin á sitt vald 3 mánuðum síðar eftir harða bardaga. Hingað héldu Haukur Hilmarsson og félagar hans til að reyna að verja Afrín falli. Yoldaşla Afrin sürecini birlikte yaşadık. Afrin yolculuğunu birlikte yaşadık. Şehit düşmeden bir gün öncesine kadar da aynı saflarda, aynı alanda birlikte faşist TC saldırısına karşı bir direnişin örgütlenmesi içerisinde yer aldık. Şehit Şahin Yoldaş'la Rakka'dan yola çıktığımızda o dönem Afrin'e geçişler yani Afrin savunmasına katılmak için yola çıkan birçok yoldaş o dönemin Esad rejimi ve Rusya tarafından bir bloğuyla karşılaşmıştı. Biz belli bir grup yoldaşla Afrin'e ulaştık fakat Şahin Yoldaş sarışın olması dolayısıyla Rus askerleri tarafından durduruldu ve tekrardan Cizre kantonuna geri dönmek durumunda kaldı. Şahin Yoldaş bu durumdan epey yıpranmıştı. Yani hızla ulaşmak istiyordu. O dönem telefon görüşmelerimiz oluyordu. Ve ilginç bir yöntem bulmuştu. Kendisine makyaj yaparak, biraz daha saçlarını siyaha boyayarak tekrar ikinci bir yolculuğa çıktı. Bu sefer geçmeyi başarmıştı. Yani bu rejim ve Rusya askerlerinin kontrol altına aldığı bölgeden. Við hittum fleiri félaga Hauks sem börðust líka í Afrín. Þeir lýsa því hvernig liðsmenn YPG notuðu regnhlífar til að verjast drónum Tyrkja á þessum tíma. Yeah, so we'd have umbrellas and if there was a drone you just put up the umbrella and then like you sit down and you just hold it like this but you don't touch the pole because it might like your feet come up. So you hold it and then you don't move. Aðstæður voru sem sagt hálf súrrealískar stundum af þessum lýsingum að dæma. En þetta eru þær aðstæður sem Haukur var í. You know, sometimes you'd be running and trying to close the umbrella and it wouldn't work. And it was kind of windy on like the mountains. Like, so we were running down because we were like, oh, the drone's far enough away, we gotta run. And then they spotted us. So like running, you know, with the umbrella, trying to close it, it's like, and you're running down the hill. And it's like taking off like this and the artillery is like 80% íbúa Afrín eru flúin eða fallin. Þótt Tyrkir og bandamenn þeirra hafi borgina formlega á sínu valdi halda bardagar áfram og stefna YPG virðist vera að ná Afrín aftur svo því fer fjarri að friður sé í augsýn. 19. desember birti Donald Trump Bandaríkjaforseti óvænt stutta yfirlýsingu á Twitter. Við höfum borið sigur orð af Íslamska ríkinu í Sýrlandi, einu ástæðunni fyrir veru okkar þar. Brotthvarf Bandaríkjanna myndi bara þýða eitt. Her Erdogans Tyrklandsforseta myndi gera út af við Kúrdana. Nú, rúmum mánuð eftir yfirlýsingu Trumps hefur heldur verið dregið í land.
talað brotthvarf í skrefum eftir því sem við á í ljósi aðstæðna. Hvað það þýðir í raun veit enginn. En hver urðu þá örlög Hauks? Frá bardaganum Afrín hefur ekkert til hans spurst. Félagar hans telja víst að þarna hafa hann fallið. Şahin Yoldaş şehit düşmeden bir gün önce artık çeteler, Türk Devleti ve Türk Devleti'nin yönetiminde bulunan bu Selefi cihatçı çeteler bulunduğumuz alanı C biçiminde çember altına almıştı. Yani Dimilya köyü, Badina köyü neredeyse bütün ağır silahlarıyla, tanklarıyla çember altına alınmıştı. Tam bu noktada faşist devlet ve çete güçleri hızla saldırılarını arttırdığı bir pozisyonda bir gün öncesinde, Şahin Yoldaş'ın şehadetinin bir gün öncesinde bir grup yoldaşla birlikte ben yaralandım. Bu bir tank saldırısı sonucunda ve o bölgeye yakın, yani Badina ve Dimilya hattına yakın bir yerde bir hastaneye geçmiştik. Daha önce yine de faşist devletin obüs saldırılarıyla başka bir internasyonel yoldaşımız ağır yaralanmıştı. Yani savaş muazzam derecede çetin bir biçiminde ilerliyordu ve Şahin Yoldaş da burada YPG kuvvetleriyle birlikte alanın savunmasında önemli bir misyon oynamıştı. Özellikle Şahin Yoldaş'ın şehit düştüğü gün ciddi büyük bir saldırı, tekrar saldırı dalgası başlatılmıştı. Bu saldırı dalgasında Şahin Yoldaş çetelere ve Türk devlet güçlerine ilk cevap veren bir bölümdeydi. Yanında o dönem kendisinden daha sonra şehit düşen MLKP savaşçıları Zeynel Yoldaş ve Özgür Yoldaş bulunmaktaydı. Bu çatışma sırasında Şahin Yoldaş ve beraberindeki yoldaşlar geri çekildiler ve bu geri çekilme esnasında Şahin Yoldaş ve beraberindeki bir grup, yani 2 kişilik bir savaşçı grubu da yaralandı. Uçak ve obüs saldırıları sonucunda Şahin Yoldaş bu çatışma esnasında şehit düştü. Şahin Yoldaş'la ilgili söylenebilecek ikinci bir nokta, bulunduğu alanda şehit düşmeden önce şunu söylemişti: Afrin'i çok sevdiğini ve Afrin'de savaştan sonra, zaferden sonra Afrin'de kalmak istediğini söylemişti. Íslenskir vinir og ættingjar Hauks hafa sumir hverjir efast þessa útgáfu atburða því lík hans hefur ekki fundist. Vopnabræður hans virðast þó vissir í sinni sök. نافي من أران عفرينة أمد عفرينة بين دمي شتاتن كاتن عفرينة. Alan flúði Afrín eftir innrás Tyrkja og sveita þeim hliðhollum og YPG fann honum bústað í kristnu þorpi. Hvað þýðir það? Ekki eru Kúrdar kristnir? Nei, en eftir því sem Kúrdarnir sem búa þar núna segja, þá voru íbúarnir þarna kristnir, þar til Daesh réðist inn og rændi stúlkum og konum og myrti þá ungu karla sem náðist til. Þeir sem eftir voru greiddu lausnargjald fyrir konurnar og flúðu land. Þetta var efnað samfélag og kristið að auki, svo það reyndist mögulegt að fá skjól á Vesturlöndum. Þorpið stóð þá tómt eftir og Kúrdarnir sem flýðu frá Afrín gátu komið sér þar fyrir. Þetta víst raunin með mörg þorp á þessum slóðum. Þar á meðal eru þjálfunarbúðir YPG sem við heimsóttum. Þar stendur kirkja en söfnuðurinn flúinn. Alan hefur starfað sem sjúkraflutningamaður síðan. Það ekki öfundsvert hlutskipti á stríðstímum. یک حوالی ما یک اینترنشنال بو نبی هوگر بو شاهين نه the Icelandic Hoger. I see him. So he thinks it's very unlikely that they would be able to recover the remains of Sahil at some point. جنازة دميجي هفضل كوني بوني أنسات جنازة هود. 100%. If they couldn't bring them then he says çünkü هفضل ما حد نوا يعني ما خاطر خاطريش بقى ما هفضل خدارخن دي سمانة كوني طائرة دمي 7 متر حافين بي از سر زيك خدتشيم بس جبو از تشتكي بكشنم نبينه جبو دست چطور نکافه اما طائره طائره هلیکوپتر دچی uçağı داشی کشف داشی obüs داد پر زحمت açık bejim navaki merhaba çağırdı. Bizler daha sonraki süreçlerde şehit düşüşünün
yaklaşık bir gün sonrasında hızla alana girilmeye ve Şahin Yoldaş'ın naaşını almaya çalıştı bir grup yoldaşımız. Girmeye çalıştılar fakat Şahin Yoldaş'ın şehit düştüğü bölge esasen çete ve Türk ordusu tarafından işgal edilmişti ve buraya da tank ve ağır silahlarını yerleştirmişlerdi ve daha sonrasında tekrar bir adım atma şansı kalmamıştı. Çünkü umutluydu Şahin Yoldaş. Hiçbir zaman insanlığa umudunu, zafere umudunu kaybetmemişti ve bu umudun ortaya çıkarttığı mutluluğu da etrafındaki bütün insanlara saçan, onları da etkileyen bir pozisyonda yer almıştı. Tyrkir hafa enn ekki leyft neinum að fara inn á svæðið til að sækja líkamsleifar fallinna frá þessum dögum. Ekki einu sinni alþjóðlegum mannúðarsamtökum eins og Rauða krossinum. Nær staðfestingu á örlögum Hauks Hilmarssonar komumst við ekki í þessari ferð.